Og áfram höldum við föstudagsþáttinn og nú það feminismi. Hún komin til mín, hún Stefanía Sigurdís Jóhannedóttir, velkomin. Takk. Feminismi liggur þér á hjarta, það ekki? Mjög mikið, mjög svo já. Þú varst að útskrifast úr menntaskólanum hvað í vor? Já. Og þá varstu með FEMMA, það ekki eitthvað félag innan menntaskólans? Sko ég var í stjórn FEMMA, ég var ekki, yfir FEMMA, en ég búin að vera í stjórn FEMMA í 2 ár, eða var búin að vera. Og hvað gerðu þið í þessu félagi? Við gerðum ótrúlega mikið og það var líka bara ógeðslega gaman að vera í hópi með fólki sem að hugsaði eins og ég þegar kemur að jafnrétti og feminisma. Voru það strákur og stelpur? Við vorum með 1 strák í hópnum og það ennþá núna 1 strákur í hópnum í nýju stjórninni sem mjög gaman. Mættu vera fleiri? Það mættu endilega vera fleiri sko, en það bara þannig að það ekki það margir strákar sem bjóða sig fram. Nei. Þeir eru að pæla einhverju öðru kannski. En hvað voru þið svona helst að láta ykkur varða þarna í menntaskólanum? Svona helsta verkefni okkar var að vera með fyrirlestra fyrir alla fyrstu bekkjana. Þar sem að við tölum feminisma og af hverju feminismi til og annað. Og var þetta eitthvað sem þú varst að gera í menntaskólanum sem var til þess að þú vildir halda áfram að fræða og ert ekki með núna fyrirlestra svona í grunnskólanum? Jú. Segðu okkur aðeins frá því. Ég nefnilega fékk spurningu frá litlu frænku minni út af því að það vita rosa margir að ég feministi. Og hún spurði mig af hverju ég væri feministi því að það ekki fólk sem að hata konur. Eða hatar kalla, eða hvað? Nei, hata konur. Já, hún hélt það. Hún hélt það? Já, sem að ég alveg vön að fá spurningun það hvort ég hati kalla, en ekki það að ég hati konur. Og mér brá svo ógeðslega mikið hvað þá hún og kannski eflaust fleiri krakkar á hennar aldri á grunnskólaaldrinum vita lítið feminisma og jafnréttismál. Og þá þegar fréttir sem eru birtar á miðlum að það sé feministum að kenna að sjálfsmorðstíðni karla á Íslandi sé svo há. Eða jafnréttisbaráttan sé komin út í öfgar hérna á landi. Já, maður heyrir þetta alltaf annars lagi. Já, og karlmenn séu bara tilgangslausir og eitthvað svona. Þá sjúga þau bara þessar upplýsingar að sér út af því að þetta einu fræðin sem við fá þetta. Þannig að ég hóf bara að búa til fyrirlestur og ég vissi ekki alveg hvað ég ætlaði að gera við hann. Ég var að pæla að heyra bara í gamla grunnskólanum mínum sem ég svo gerði. En fyrsti fyrirlesturinn hófst á því þegar að mamma var með saumaklúbb heima hjá sér og ég fór bara í þvílíku samræðuna við hana og vinkonur hennar feminisma og jafnréttismál og annað og þá var mér boðið að koma í Oddeyrarskóla með fyrirlesturinn. Út frá þessum saumaklúbbshyggingi? Já. Þannig að ég var sannfærð til að koma að tala við hóp af öllu unglingastigið þar. Hvernig gekk? Það gekk ótrúlega vel. Þú náður til þeirra? Alveg bara, þau sögðu ekki orð allan tíman og þau sýndu svo mikið áhuga eftir á. Þau eru ekki mikið að þora oftast í grunnskólum að spyrja þegar ég spyr þau með einhver spurningar í lokin en það er svo margir sem koma upp að mér eftir á. Þora kannski ekki að spyrja yfir allan hópinn. Ertu búin að kanna það eitthvað? Er þetta ekkert inn í námskrá hjá grunnskólum? Er það bara mjög misjafnt eftir skólum hvaða áherslu þeir eru með? Sko, það er náttúrulega að það engin kynjafræði í grunnskólum, engin áfangi og ekki sem ég þeirst af allavega. Og ég get ekki talað út frá öllum grunnskólum en að mínu mati þá eru nemendur og krakkar ekki að læra nógu mikið jafnréttismál. Og síðan bara annað að hvernig við kennum oft dálítið svona það er hægt að bæta það allavega. En hvað það sem þú segir í þessum fyrirlestri? Ertu bara að tala svona sögulegt samhengi eða ertu bara að tala nútíma? Hvernig tæklar þetta? Ég reyna að höfða til krakkana og reyna að tala eitthvað sem snertir þau og eins og ég tala mikið karlmennskuna og ég sýni myndbönd af þekktum karlmennum, tala það hvernig þeir upplifa karlmennskuna og hvernig þeir eru að reyna að bæta sig í sínu lífi til þess að geta leyft strákunum að tengja eins meira. Því að ég sem stelpa að tala þetta kannski frekar kaldhæðnislegt, ég veit ekki út í ég ekki maður. Kannski meira til stelpnanna þá. Já. Gott að hafa eitthvað svona mótvægi. Akkurat. Og ég útskýri bara hugtökin aðalega, munin á feminista og jafnréttissinna og öfgafeminista, að það orð og hugtak ætti bara ekki að vera til. Það er alveg til leiðilega konur sem vilja ekki karlmenn ráði neinu og vilja bara kúga á niður.
en þær eru ekki öfgafeministar. Því að þú veist, þú getur ekki verið með of mikið af jafnrétti, það eru öfgar. En munurinn þá á feminista og jafnréttissinna, er hann einhver? Já, Já, út af því að nú er útskýra. Já, jafnréttissinni er sem sagt regnhlífar hugtak yfir, þú veist, manneskju sem styður baráttu allra minnihlutahópa. Já. Og feministi, vissulega, feminismi fellur undir það. En hann er að einbeita sér að Já, hann berst fyrir konum. kynjajafnrétti. Já. Og þannig að þú getur verið jafnréttissinni en þú þarft þá líka að vera feministi. Ef þú ert jafnréttissinni þá ertu feministi. En þú getur líka verið feministi án þess að vera jafnréttissinni. Alveg saman með alla hinum minnihlutahópana. Já, þú veist, þú getur verið rosalega racist feministi en þú getur ekki verið racist þegar þú ert jafnréttissinni og þá berstu fyrir öllum, þú veist, hneigðunum, þú veist, LGBTQ+ samfélagið. Öllu þessu. Öllu bara. En nú er tíminn að hlaupa frá okkur. Þú ert hérna með þessa fyrirlestra í boði, en þú þarft aðeins að fjármagna þetta því að skólarnir kannski er ekki að geta borgað þetta eða hvað? Nei, því það er rosalega lítill peningur held ég fyrir svona. Já. Og já, þannig ég er að reyna að sækja styrki til þess að, svo ég missi ekki úr vinnu. Hefurðu fengið einhverja styrki? Nei. Þannig að þetta er spurning um þessar samfélagssjóði eða fyrirtæki til bæ sem að vilja taka þátt. Nákvæmlega. Að hafa samband við þig og eða lýðheilsusjóð, það eru ýmsir sjóðir sem þú getur tjekkað á, en takk hérlega fyrir að koma og segja frá þessu. Já, takk fyrir mig. Gangi þér vel. Takk.